Góðan daginn, Bjarni Þór heiti ég og smíðakennari og handverksmaður á tré og járn í 45 ár. Og fyrir mig skiptir það mjög miklu máli að við höfum góð verkfæri og þau bíti vel. Til þess að finna út hvort að verkfæri bíti eða bíti ekki, getum við ýtti á eftir nöglinu á ská á móti og ef að hnífurinn stoppar þá hefur hann allavega sæmilegt bit. Ef hann skriplar á nöglinni þá þýðir það að hér að ofanverðu er flatur flötur sem við þurfum þá að losa okkur við. Við höfum alls konar verkfæri frá eldhúshnífum, útskurðarjárnum, sporjárnum og hefiltönnum. Í þessum verkfærum þar sem ekki er brýnt öðru megin frá er mjög mikilvægt að sú hlið sé algjörlega slétt og það sé engar rispur sem að eyðileggja eggina. Og því er nauðsynlegt að slípa þann partinn á sléttuliðinni án þess að halla járninu nokkuð upp. Ef við fáum þessa hlið ekki slétta, þá getum við aldrei brýnt hann hinum megin frá að neinu gagni. Það kom alltaf rispur og það mun eyðileggja þá það efni sem við erum að vinna með, timbrið. Nú, hefiltennur og sporjárn getum við slípað á sandpappír á þennan máta. Þangað til að við sjáum á rispunum að það er engin rispa önnur eins sem kemur af pappírnum. Pappírinn getur verið mismunandi grófur, það fyrir eftir hvað járnið er illa farið. Ef að járnið er mjög illa farið þurfum við kannski að byrja á 280, en ef það er vel farið þá byrjum við á 80. Förum alveg upp í 2000 til þess að fá alla rispur úr. Ef við erum aftur á móti með húljárn, þá getum við tekið þær rispur og þau koma oft frá seljendum með rispum eftir verkfærin sem að búa þau til. Og þá er nauðsynlegt allavega fremst á járninu sé enga risp. Og þá getum við sett fínan sandpappír á blýant eða díl og við strjúkum þangað til við fáum þetta fremsta hér alveg pólerað slétt. Þegar við erum að brýna, þá er mikilvægt að við förum vel með verkfærin sem við eigum. Við erum hérna með 2 vélar til að brýna, annars er blautan stein og síðan slípiband. Þið sjá, ég er ekki með neitt smergel, enda brýni ég aldrei á smergelum. Þau eyðileggja verkfærin. Ef við byrjum á hér sporjárni sem að er illa farið, það er skörðótt og hefur lent í einhverju misjöfnu, þá þarf ég í fyrsta lagi að fá það vinkilrétt á þennan máta áður en að ég byrja að brýna það. Nú þegar ég er búinn að fá þetta vinkilrétt, þá er nauðsynlegt að ég fylgist með glansandi fletun sem er hérna sléttur fyrir, og þá er ég að tala um þennan flata flöt sem ég teiknaði fyrst, og fylgjast með honum alla tíð. Því ef að hann minnkar óvinni mikið öðrum megin, þá þarf ég að leggja áherslu á það að ýta niður þeim megin sem að vantar upp á. En nú kemst ég rétt að spá í það áður ég held lengra í hvað ætla ég að nota sporjárnið. Ef ég ætla að nota hann í harðan við eins og eik, þá þarf ég að hafa frekar lítinn bratta á járninu. Ef ég er að vinna með mýkri við, þar sem ég lem ekki á verkfæri, þá má ég leyfa mér að hafa vinkilinn hvassari. Ég
ég stoppa ekki fyrir ég er búin að fá ró eða skegg að innanverðu á járnið. Ég fundi það með fingrunum eða horti í eggina og ef að eggin er þannig að ég sjá ekki í hana, það glampar ekki neitt, þá er að hafa þessi tveir fletir sameinast eins og ég talaði áður. En til þess að ná þessari ró af því að hún náttúrulega skemmir eggina, þá fer ég hér á slípipúða og mikilvægt er þegar við tökum róna af að við tökum hana þeim megin frá sem að við höfum brýnt, ekki hinum megin frá. Af því ef við gerum það, þá myndast skáegg á sléttuliðinni sem gerir það verkum við getum ekki stýrt sporjárninu. Sporjárninu mun alltaf leitast í öfuga átt. Ég er hérna með massa sem að hefur svona 3-4 þúsund grit og hann mun slípa niður þangað til að róin dettur af. Og það er ekki fullbrýnt fyrir en róin dettur af. Til að ná þessari ró getum við notað fleira heldur en svona slípipúða. En þá er mikilvægt að slípipúðan sé þéttur og fastur, oft úr fyllt, þannig að hann eyðileggi ekki eggina. Til þess að ná þessari ró af getum við líka notað sett slípipúða í leður og slípa það á þennan máta niður. Þriðja leiðin er síðan á svona verkfæri sem hefur leðurhjól hér og það mun snúast og þá erum að gera að slípa þangað til að róin dettur af. Við megum alls ekki brjóta hana af verkfærinu og þá höfum við verkfæri sem að er vel beitt. Þetta hérna verkfæri, hverfisteinn, hefur lengi verið notað. Á öðrum megin er fítsteinn sem er stöðugt blautur. Því að það sem við viljum forðast er að verkfærin okkar hýtni. Því þau þurfa ekki að hýtna meira en í 280 gráður til þess að missa hörkuna. Og 280 gráður sjáum við þegar ef að verkfærið okkar verður blátt. Og þar sem að stálið er blátt, þurfum við að taka í burtu. Hverfisteinninn er líka þeim gæðin gætur að hann snýst hægt og hann étur minna upp af verkfærin okkar. Ef við förum á smergel þá étum við upp verkfærið á örskamli stundu. En ef við notum bara svona verkfæri eða sandpapir, þá getum við átt verkfærin okkar alla ævi. Það er sama upp á teningnum. Við erum hérna með tækið til þess að brýna sporjárn og hefiltennur. Því það er mjög erfitt að fá akkurat 90 gráður á því að vinna í svona verkfæri eins og ég var í áðan. Þessi sleði, hann gerir það að verkum að brýningin verður jöfn. Það tekur alveg svo lítinn tíma en það er alveg þess virði að ef maður vill fara vel með verkfærin sín. En stór partur af þessu öllu er að fara vel með verkfærin. Ef við höfum 1 klukkutíma í að brýna gott verkfæri, þá viljum við náttúrulega ekki eyðileggja það með því að henda því ofan í skúffu eða láta slást við önnur verkfæri. Ég hef það fyrir vana að setja teip á verkfæri mín eða hafa einhvers konar slöngur eins og þessar yfir egginni svo þær eyðileggjast ekki. Og það er eitthvað sem að marg borgar sig. Jafnvel smá sláttur utan í plast sem er hart eyðileggur fína egg. Okay.
Hefildennur eru verkfæri sem að eru viðkvæmar og nauðsynlegt að býta almennilega. Ég er hérna með hefildönn sem að hún er orðin svolítið gömul, en ég sé það í horfi í hana að það eru margar rispur sem ná alveg fram að egginni. Og ef það rispur ná út í eggina, þó ég brýni innanmegin, mun alltaf koma einhverjar rispur á það sem ég hefla. Svo ég pússa eða slípa sléttu hliðin á tönninni, helst á gleri með pappírinn undir, og ég hætti ekki fyrir en ég er búinn að fá fremst, allavega það fremst á tönninni algjörlega slétt. Það sem heldur á móti tönninni, fjöðrin, hún þarf líka að vera slétt. Því annars fara allar spænirnar undir tönnina, og ef það kemur smá rið þá er það strax orðið óslétt. Þannig að ég legg hana eins og hún kemur fyrir, hún er þannig bogin. Að ég slípa hana þangað til hún er orðin allstaðar jafn rispuð, og ég sé það á rispunum strax hvort þær eru allar alveg eins. Og leiður orðnar allar eins þá hef ég náð henni sléttri. Og þegar ég fengi hann, get ég annarkvort slípað hann hér, ég fer ekki á svona verkfæri. Ég gæti nota þetta hérna verkfæri til þess að fá hann að slétta því að ég er með sleða. Ef ég hef ekki svona verkfæri, það er ekki allir sem eiga það, þá get ég brýnt hana á sandpapír, eins og þessum. Og nú er nauðsynlegt, þið sjá ég brýni svolítið á ská, en ég þarf að brýna á hinn veginn líka. Þannig að ég þarf alltaf að skiptast á. Og ég hætti ekki fyrr en ég er búinn að fá ró alla leið. Þetta er frekar grófur sandpapír, þannig að það má alveg vera það. Ef ég fer á fínni sandpapír, þá fellur róin fyrr af. Og nú snerti ég með fingrunum á þess að brjóta róna, og ég get hort hérna í eggin og sé hvort að hún bítur ekki. Nú get ég farið á leðrið á þessu, og það er sama, ég nota slípimassa á leðri og ég hætti ekki fyrir en róin hefur dottið af. Og í þessu tilfelli þá er það slípimassin sem að vinnur alla vinnuna. Ef það vantar massa þá gerist ekki neitt. Nú, það eru önnur verkfæri sem við erum með. Við erum náttúrulega allir með einhvers konar hnífa, og það er mjög erfitt að fara á hvort þessara verkfæra með svona hníf. Og síst af öllu á smergel. Því við viljum ekki gera neina polla í stálið. Þá höfum við demantsbrýni sem að geta verið ágætt. Þau eru raun og veru mjög fín verkfæri. Það kannski eftir því að ég er ekki með neina steina hérna. Ókostur við gömlu steinana er að það myndast pollar í þá, og þá brýna þeir ekki rétt. Taka á mikið á einu stað og meðan þeir taka ekkert á öðrum. Og áður fyrr þá voru lærlingarnir settir í það að pússa steinana helgar svo eru því alveg sléttir fyrir næstu vinnuviku. Þetta á ekki við demantsbrýni, þau eru alltaf slétt. Og við getum slípað með þeim á þennan máta, þau eru yfirleitt
höfð blaut. Ég með hérna vatn til að brýna á. Demantbrýni eru frekar dýr, en fyrir þá sem eru kannski að byrja, þennan hníf og eldhúshnífa brýnum við yfirleitt frá báðum hliðum. Og með því að brýna svona eftir endilöngu, þá forðast ég það að myndast pollar í egginni. Ef ég færi þvert á, þá myndi ég frekar skaða eggina og hún myndi þá ekki bíta eins vel. Önnur leið sem ég hef þróað með svona hnífa, útskurða hnífa og annað, að ég hef skorið sandpapir í strimla, hérna með spýtu sem er söguð upp í endan og ég smeygi pappírnum inni og lokunum hér aftur á bak. Tosa hann með löngutönginni og þá hann fastur. Ég hérna með hníf og vil sýna ykkur munin á því að hann bítur sæmilega, hann stoppar á nöglinni. En ef ég reyni að raka mig, þá nær hann því ekki. Þegar ég að tálga í tré og vinna í tré, þá viljum við hafa eggina þannig að við gætum rakað okkur með hnífunum. Þannig að ég fer með mjög fínum pappír sem ég jafnvel bara 1200 á eggina og brýni báðum megin frá. Það nauðsynlegt að brýna beggja megin frá á svona hnífum til þess að eggin fari ekki öll til hliðar. Það auðveldara að brýna frá þessari hlið ef maður réttendur, en þá færist eggin smá saman til í hnífnum og það ekki gott fyrir tálguverkfæri. Ef ég með bitlítinn hníf, þá kannski byrja ég á grófari pappír og læt koma ró öðru megin. Ég get gert það núna og farið svo á slípi græjuna mína hérna, hinum megin. Það færum hún hingað yfir. Og nauðsynlegt í svona tilvikum þá að merkja inn á hvernig verkfæri snýst, þannig að ókunnugi lendi ekki í því að það snúist öfugt og keyri sig inn í eggina. Nú set ég í samband og nú pólera ég frá sama fleti og ég brýndi síðast. Nú skulum við sjá hvort að ég veit ekki hvort þetta sést í mynd. En þannig viljum við hafa verkfærin að þau bíti. Ég hef búin að sýna ykkur að maður getur prófað á nöglinu hvort það bíti vel. En óbrigðulega ferð til að finna út hvort það brýn að taka mjúkt tré eins og linditré og tálga í endatréð. Taka eitt skurð og finna hvernig sárið er. Ef sárið er eins og það sé lakkað, þá bítur það vel. Ef það er á móti úfið og hvítt, þá bítur hnífurinn ekki vel. Það kemur fyrir að það gangi illa að brýna og við vitum ekki á hverju, hvort það er klaufaskapur eða annað. Stundum er það að verkfæri okkar er ekki almennilega hert eða stálið er bara lélegt. Til þess að finna það út hvort að stálið sé í lagi, tökum við þjöl sem er góð og ýtum eftir egginni. Ég veit ekki hvort þið heyrið það, en þið heyrið hvernig hljóðið er. Það er svona frekar dauft. Og munurinn á góðu stáli er
hæðin og tóninum. Þið heyri munin á þessu, þetta ekki. Fyrsta járnið, það er ekki nógu hert og er ekki almennilegt stálið. Fjölin á of auðvelt með að fara í gegnum efnið og það verður aldrei hægt að brýna þetta stál að einhverju gagni. En lykilatriði í allri brýnslu er þolinmæði, að gefast ekki upp og ganga vel verkfærin þannig að þau haldi biti sínu sem lengst.